Fundur settur í sveitarstjórn Norðurþings. Við erum hér stödd í húsnæði slökkviliðs Norðurþings á Húsavík og í dag eru 2 varafulltrúar á fundinum og það er að sjálfsögðu venju samkvæmt sól úti þegar við komum saman. 3 varafulltrúar, þakka þér fyrir. Það eru 3 varafulltrúar á fundinum í dag. Við erum með 28 mál á dagskrá, þetta er fundur nummer 151 og mál nummer 1 er fyrirtækjaþing árið 2025, mál nummer 2 eru brothættar byggðir 2, tímabundið tilraunaverkefni, nummer 3 er frumvarp til laga jöfnunarsjóð sveitarfélaga, nummer 4 er sameiginleg yfirlýsing Carbfix HF og sveitarfélagsins Norðurþings, nummer 5 er endurskoðun samþykkta Norðurþings, nummer 6 er óskum stofnun lóðar fyrir íbúðarhúsnæði Litlu-Reykjum, nummer 7 er óskum afvirkun lóðar Harðbakur 1 og 2, nummer 8 er deiliskipulag fyrir íbúðarsvæði í 1 á Kópaskeri, nummer 9 er starfsreglur fyrir borgina, nummer 10 er reglur fjárhagsaðstoð, nummer 11 eru reglur félagsþjónustu Norðurþings akstur fatlaðs fólks og nummer 12 er viðmiðunarreglur skólaakstur endurskoðun 2025. Og svo nummer 13 eru reglur sértækan húsnæðisstuðning og þá koma fundargerðir sem eru fundargerðir fjölskylduráðs, fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs og svo fundargerðir byggðaráðs, fundargerðir stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings og svo að lokum eru það fundargerðir 2 frá Orkuveitu Húsavíkur. Og við göngum til dagskrár, tökum fyrir mál nummer 1. Það er fyrirtækjaþing árið 2025 en fyrir sveitarstjórn liggur tillaga frá meirihluta sveitarstjórnaræði vor verði haldið fyrirtækjaþing í Norðurþingi. Tilgangur þess er að efla samtal milli sveitarfélagsins og fyrirtækja í sveitarfélaginu en einnig milli fyrirtækja sem starfa innan sveitarfélagsins. Og lagt er til að samráð verði haft í Húsavíkurstofu, Norðurhjara, Sana eða samtök atvinnurekanda Norðurlandi eystra við undirbúning og skipulag þingsins og að leita verði til SSNE samstarf við verkefnastjórn og skipulag þingsins og orðið laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, já, mér langar rétt að fylgja þessu máli úr hlaði en aðdragandi þessa máls er annars vegar það sem kemur fram í tillögunni varðandi áherslur og málefnasamningi meirihluta sveitarstjórnar og hins vegar heimsókn starfsfólks SSNE á fund byggðaráðs síðastliðinn 5. dag en þar kom meðal annars fram að SSNE hefur á undanfarnum vikum komið að skipulagi samsvarandi þinga hjá öðrum sveitarfélögum á starfsvæði sínu og reynslan þaðan er góð og það hafi verið afar þarft að fulltrúar fyrirtækja, kjörnir fulltrúar og lykilstarfsfólk sveitarfélagana kæmu saman til að ræða atvinnulíf og starfsumhverfi fyrirtækja í viðkomandi sveitarfélagum. Til viðbótar það sem kemur fram í tillögunni sem að ég vona auðvitað að við séum að fara að samþykkja hér á eftir. Langar með að nefna í okkar tilfelli þá verður það sennilega mikilvæg áskorun að takast á við til að ná til fyrirtækja sem hafa starfsemi í sveitarfélaginu en eignarhald og lögheimili er annars staðar. Og ég tel mjög mikilvægt að förum við í framkvæmd á svona þingi að við náum til þeirra aðila líka þegar þeir gegna oft lykil hlutverki í okkar samfélagi og þeir þurfa að eiga að mínum að þetta fulltrúa á fyrirtækjaþinginu til jafns við einyrkja á okkar svæði sem koma úr landbúnaði, sjávarútvegi, iðnaði eða verslun og þjónustu og allt þar á milli. Helena hefur lokið máli sínu og orðið laust. Með leyfi varaforseta. Forseti ágæta sveitarstjórn. Atvinnulífið í Norðurþingi er mjög fjölbreytt og við nýtum auðlindir svæðisins þar sem er stutt hérna í dásamlega og stórkostlega náttúru. Húsavík er auðvitað miðpunktur atvinnulífsins og hér er ansi mikil á Húsavík fjölbreytni í svona minni þjónustu og smásölu. Undanfarna áratugi hefur við styrkt samfélagið og stóðir atvinnulífsins og alltaf að nýta tækifærin til þess að gera betur. Við erum þetta með þessar stóðir í atvinnulífinu, sjávarútveg, landbúnað, ferðaþjónustu og hvers konar iðnað. Við erum hvalaskoðun höfuðborg Evrópu. Eitt stærsta sauðfjársláturhús á Íslandi, það er staðsett í sveitarfélaginu og svo erum við náttúruperlur á heimsmælikvarða.
Og við þurfum þetta öflugt atvinnulíf til þess að standa undir velferðinni og það mikilvægt að fara í þetta samtal það hvernig við getum elt atvinnulífið, nýtt fleiri tækifæri, skapa fleiri störf og stofnanir og fyrirtæki síni ávallt svona samfélagslega ábyrgð í uppbyggingu. Að byggja á því sem fyrir líka mikilvægt og styrkja svolítið grunninn og ég held að sé mjög mikilvægt að auka skilningin á markaðnum og þörfum viðskiptavina á hverjum tíma. Svo þurfum við líka að stuðla nýsköpun og fara í svona hugmyndavinnu, styrkja atvinnulífið enn frekar, fara í samstarf stjórnsýslu og samfélagsins og svo auka samkeppnishæfni, hvað sem það gert með einhverju sem sveitarfélagið rekur á eða fyrirtæki sjálf. Því að það svolítið merkilegt að skoða það sérstaklega síðastliðin svona áratug, þá það þannig að það sem gerist út í heimi, það hefur orðið áhrif á það sem gerist hérna bara á svona litlu Húsavík, í þorpi norður í landi. Þannig við erum alveg hluti af stórri mynd. Því við þurfum að stuðla að bæði efnahagslegri og félagslegri velsæld ekki síður og þetta samtali líka til þess. En hér eru öflug og sterk fyrirtæki sem við höfum að vera stolt af og við höfum að tala vel þegar vel gengur og styðja hvert annað til þess að byggja enn frekar upp. Og orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs það, þá bara göngum við til atkvæða þau sem geta samþykkt þessa tillögu eins og lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 2 sem brothættar byggðir 2, tímabundið tilraunaverkefni, aftur. En fyrir sveitarstjórn Norðurþings liggur að staðfesta fyrirliggjandi samning vegna verkefnisins brothættar byggðir. Og forseti vil taka það fram að við erum bara að ræða hér samningin verkefnið en ekki skipanir starfshóp í verkefninu. Og orðið laust. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Katrín. Forseti, góða sveitarstjórn. Á fundi byggðastofnunar 27. september síðastliðin þá samþykkti stjórnin að bjóða 2 fyrrum þátttökubyggðarlögum brothættra byggða sem að hafa ekki náð vopnum sínum til samstarfs í svona nokkurs konar tilraunaverkefni eða tilrauna átaksverkefni þar sem áherslan lögð á að stuðla að frumkvæði íbúa og efla samfélögin með því að bjóða fram styrki til frumkvæðnisverkefna. Byggðunum sem var boðið var Raufarhöfn og Öxarfjarðarhéraði. Og að ræða tímabundið tilraunaverkefni. Samningarnir verkefni sem nú liggja fyrir eru samstarfssamningar Byggðastofnunar, SSN og Norðurþings og eru til 3 ára. Og undir málinu þá liggja drög að Raufarhafnarsamningnum og Öxarfjarðarsamningurinn samhljóða. Máli hefur fengið þó nokkra vinnslu á milli Norðurþings, Byggðastofnunar og SSN og niðurstaðan sú að leggja upp með eina verkefnastjórn fyrir báða samningana. Og þetta kemur til samkvæmt tillögu frá atvinnu- og samfélagsfulltrúunum á svæðinu. Og það lagt með að rökin fyrir þess að horfa meira á svæði sem eina heild og að verkefnisstjórnarnir vinni þétt saman og reyna að keyra á áhugasama einstaklinga og fyrirtæki til sóknar. Það geti skila bara betri árangri fyrir svæðið í heild til lengri tíma. Og í verkefnastjórn gert ráð fyrir að verði tilnefndur fulltrúi sveitarfélags sem þá formaður, 4 fulltrúar frá íbúum, 2 frá hvoru svæði, fulltrúar landshlutasamtakanna og svo 2 fulltrúar frá Byggðastofnun. Og framlag Byggðastofnunar á samningstíma eru rúmlega 10 milljónir í styrki til frumkvöðla inn á hvort svæði fyrir sig og það greitt út í gegnum SSN. Það gert ráð fyrir að 3 manna undirbúningshópur samansettur af fulltrúum í verkefnastjórn meti umsóknir og gerir tillögur að úthlutun til verkefnastjórnar. Nú fyrirkomulagið þannig að sveitarfélag og fulltrúar íbúa ásamt verkefnastjóru standi fyrir íbúafundum árlega eða nýti sér aðra íbúafundi sem vettvang fyrir samtal við íbúa vegna verkefnisins. Og sveitarfélagið greiðir kostnað sér auglýsingar svo sem framkvæmd verkefnastjórnafundar og íbúafundar sem haldnir heima í héraði. Ég var aðeins að reyna að horfa á hvort að ég geti tekið eitthvað svona kostnaðamat fyrir Norðurþing. Þetta ekki mikill viðbóta kostnað við reiknum með að atvinnu- og samfélagsfulltrúar taki að sér störf verkefnastjóra á hvoru svæði fyrir sig
og það þarf bara, og við erum komin í samtal með að létta af þeim öðrum störfum á meðan á þessu stendur og það er reiknað með að fulltrúar íbúa séu 2 á hvoru svæði. Þannig að við munum borga fulltrúum íbúa og verkefnastjóra fyrir nefndarsett og þá er bara miðað við nefndarlaun eins og þau eru lögð upp hjá sveitarfélaginu á hverjum tíma. Þannig að mögulega er árlegu kostnaður vegna funda og nefndarlauna 1 milljón. Katrín hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, við ræðum þetta verkefni brothættar byggðir sem á sér núna rúmlega áratuga sögu á Raufarhöfn. Í stuttu máli snýst þetta það að gera aðgerðaráætlun sem miðar að því að styrkja minni byggðir á Íslandi og bæta lífskjör íbúa og tryggja leið sjálfbærni til framtíðar í þessum byggðarlögum. Og þetta tekur til allra þátta samfélagsins, allt frá innviðum til atvinnulífs og svo umhverfis og menningar. Markmið að skoða hvernig megi bæta aðstæður í sveitarfélögunum eða samfélögunum sem standa frammi fyrir ýmsum áskorunum, íbúaskorti, öldrun samfélags eða íbúa, þjónustuskerðing eða einhver skerðing á atvinnu. Því hvað er það sem gerir byggð að byggð og samfélagi? Það þarf að bæta innviði og þjónustu, hvetja til nýsköpunar og atvinnuvitundar, sjálfbærni og vistvænar lausnir, hvetja til samvinnu og þátttöku samfélagsins, draga úr landfræðilegum og félagslegum ójöfnuði og þetta er svolítið allt búið að gera síðastliðin 10 ár. Og það sem ýmislegt sem hefur áunnist, það er sértæki byggðakvótinn sem ríkið hyggst nú draga úr, því miður. Það er nýting á jarðvarma á svæðinu. Það er hvers konar ferðaþjónusta tengslum við náttúruvernd sem hefur svona rutt sér aðeins til rúms í tengslum við þetta og hefur kannski gert það hvað sem er. Því það er svo margt sem við getum gert til að snúa við þessari íbúaþróun en að vinna sjálfbærni samfélagsins krefst aðkomu ríkisvaldsins. Enda af ábyrgð íslenska ríkisins og samfélagsins bara við sem Íslendingar að halda öllu landinu byggð. Það er ekki bara verkefni eins sveitarfélags þar sem staðan er orðin eins og hún er. Það er sannlega gott að við erum aftur að fara að gera samning þetta verkefni, fara aftur í brothættar byggðir. En það þarf eitthvað meira heldur en þetta. Tímabundið tilraunaverkefni því að eins og við höfum spurt okkur áður brothættar byggðir og hvað svo, við erum komin að hvað svo, þá ætlum við bara aftur að fara í brothættar byggðir. Byggðastofnun leggur nú upp með að veita árlega upphæð sem nemur svona góðum landkrúsir árið 2021 er ekki 115.000 km á ári í sitt gott verkefni rúmlega 10 milljónir á hvort stað, Raufarhöfn og Öxarfjörð. Og segjum að kostnaðinu verkefni sé svona 2 milljónir, þá hefur við eftir 8 milljónir. Mér finnst við vera á þeim stað að kalla eftir enn frekar aukinni aðkomu ríkisins með skattalögum hvötum, uppbyggingu samgangna og hvers konar auðlindanýtingu á svæðinu, til dæmis að gera upp veginn og sléttu, bara góðan ferðamanna veg Melrakkasléttu, eða nýtingu jarðhita í Öxarfirði. Þar verður bara íslenska ríkið að stíga fast inn með okkur, með íbúum til þess að byggja upp þetta samfélag ef að er raunverulegur áhugi íslenska ríkisins að þetta samfélag sé sjálfbært. Því þetta á ekki að snúast neina ölmusu. Það snýst að byggja upp skynsamlega, nýta tækifærin og ef við viljum að fólk búi á þessum stöðu. En orðið er laust. Svo er ekki, þá göngum við bara til atkvæða samningin, þau sem geta samþykkt hann eins og lítur út að gefa verki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 3 sem er frumvarp til laga jöfnunarsjóð sveitarfélaga en í samráðsgátt stjórnvalda eru drög að frumvarpi til laga jöfnunarsjóð sveitarfélaga og umsagnarfrestur varðandi þetta mál var lengdur til 5. mars en við náum því ekki að taka það í
byggðarráði, þannig að við þurfum að ágreiða hér þá einhvers konar svona áskorun eða yfirlýsingu sem að færi frá sveitafélaginu sem við höfum þetta gert áður í byggðarráði. En orðið er laust. Helena hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, að mínum að þetta jákvætt að nýju reiknilíkanu sem byggir á frumvarpinu verður gagnsæra hvernig tekið sveitarfélaga frá jöfnunarsjóði myndast og þá er djúpt í árinni tekið að segja að þar með væri það upptalið sem telst jákvætt varandi frumvarpið. En ég ætla þó ekki að leggja áherslu á það hér, hvað er jákvætt við það, heldur að draga fram nokkur atriði sem ég tel að varði hagsmuni sveitarfélaga eins og Norðþings sem eru víðfeðm og fjölkjarna sveitarfélag. Náið frumvarpið fram að ganga eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins þau að Norðþing mun verða af 110 milljón króna tekjum úr jöfnunarsjóði á ári. Þau gögn sem fulltrúum sveitarfélagsins hafa verið kynnt sýna þetta en þar hefur forsendan verið íbúafjöldin eins og hann var í ársbyrjun árið 2023. Þá voru við 3081 talsins. Upphæðin getur því jafnvel verið eitthvað hærri eða lægri miðað við að íbúar voru 3240 1. janúar síðastliðinn. Fjöldin einn ræðir þó ekki niðurstöðunni heldur einnig samsetning íbúa með til aldurs og uppruna. Ljóst er að tekjutap upp á 110 milljónir króna hefur óhjákvæmileg áhrif á fjárhag sveitarfélaga eins og Norðþings nema farið verið samhliða í ítarlega endurskoðun og útgjöldum með hagræðingu og forgangsröðun verkefna að markmiði. Í 5. grein frumvarpsins D-lið þá er gert ráð fyrir að Akureyri og Reykjavík fái svokallað höfuðstaðar álag. Að sama skapi eru sveitarfélög eins og Norðþing í þeirri stöðu að sinna þjónustu við nágrannasveitarfélög, til dæmis hvað varðar fræðslumál og félagsþjónustu, en frumvarpið tekur ekki tillit til sveitarfélagi þeirri stöðu. Þannig að þau fá ekki sérstakt álag vegna þessa. Ef til er það meðvitað og gert þess að þrýsta á sameiningar sveitarfélaga, en ég hef þó meiri trú á að þarna hafi ekki verið hugsað til hlutverka meðalstóru sveitarfélagana sem eru að þjónusta minni sveitarfélaginu í nærsamfélaginu ýmislegt. Það er næsta víst að Norðþing er ekki eina sveitarfélagi í þessari stöðu. Til dæmis afar líklegt að Múlaþing sé bundið Vopnafjarðarhreppi og Fjarðabyggð varðandi þjónustu og Skagafjarðar og Akurhreppi til að nefna einhver sveitarfélag úr okkar nágrannahéruðum. Að mínum mati er því full ástæða til að ítreka fyrri umsögn byggðarráðs frá 30. mars 2023 hvað varðar höfuðstaðálagið að það þyrfti að vera á víðari grunni sem slíkt álagið nota til að reikna á tekjur sveitarfélag úr jöfnunarsjóði. Og þá komum við að byggðasjónarmiðum og dreifbýli. Í fyrrgreindri umsögn gerir byggðarráð jafnframt athugasemd varðandi sérstakan byggðastuðning. Í nýju reiknilíkani eru fjarlægðir meðal áhrifaþátta sem og íbúafjöldi og aldurssamsetning ásamt því að fasteignamati vigtar innbyrðis innan sveitarfélaga. Að auki er það að sveitarfélag eða innan sveitarfélags sé eyjasamfélag einn áhrifaþátta á tekjur og jöfnunarsjóði. Nái frumvarpið fram að ganga. Það er á margan hátt skiljanlegt að sveitarfélag sem samanstanda af eyjasamfélagum eins og Akureyrarbær með Hrísey og Grímsey eða Reykhólahreppur með Flatey þurfi sérstakan stuðning vegna þeirra byggða og til að geta veitt íbúum þar sem besta þjónustu. Og það má ekki gleyma eyjasamfélaginu í Vestmannaeyjum sem einnig skorar á eyjaskekkja mælikvarðanum. Ég gerir sannlega ekki lítið úr áskorunum íbúa og stjórnsýslu Vestmannaeyja sem snúa meðal annars að samgöngum milli lands og eyja, en þar eru þó tiltölulega þægilegar aðstæður með þess einn byggðakjarna þar sem hægt er að staðsetja og sinna allri þjónustu og ekkert dreifbýli. Aftur á móti felast umtalsverðar áskoranir í því að veita þjónustu innan sveitarfélaga sem eru víðfeðm, dreifbýl og með fleiri en einn byggðakjarna. Þar sem hluti sveitarfélagsins er sérstaklega fámennur, atvinnulíf mögulega fábreytt eða byggðarlegar og lýðfræðilegar aðstæður með þeim hætti að það er torvelt að sinna lögbundnum skyldum sveitarfélaga í viðkomandi byggðarlögum. Mér þykir því full ástæða til að gera athugasemdir hvað þetta varðar við frumvarpið, ekki til að draga úr því sem snýr að eyjasamfélögunum, heldur til að draga fram þar sem snýr að framangreindum áskorunum sveitarfélaga sem hafa innan sinna landamerkja byggðir sem eiga í vök að verjast og hafa jafnvel verið að borði byggðastofnunar vegna sinna stöðu og tekið þátt í verkefninu brothættar byggðir. Og þá komum við á skólamáltíðum, en í ákvæðum til bráðabirgða þar er fjallað að
meðal annars að úr jöfnunarsjóði komi framlög til þeirra sveitarfélaga sem innheimta ekki gjald vegna þeirra á árunum 2025 til 2027. Fyrir áhuga fólkum gjaldfrjálsar skólamáltíðir ætti þetta að vera stundin til að hefja baráttu fyrir því að þær verði áfram gjaldfrjálsar með stuðningi úr jöfnunarsjóði eftir árið 2027. Eins og ég sagði fyrr þá kallar 110 milljón króna tekjutap á endurskoðun útgjalda og það gerir áframhald á gjaldfrjálsum máltíðum líka. Sér í lagi þegar stuðningur við þær mun falla niður. Hlutfall af kökunni. Að lokum að horfa til annarra greina frumvarpsins sem tekur á hlutfalli ríkistekna af skattekjum og tryggingagjaldi sem rennur til jöfnunarsjóðs sem deilir fjármagninu til sveitarfélagana. Í fyrra kvöld var skrifað undir kjarasamninga við öll kennarafélagin samtímis í fyrsta skipti í sögunni á Íslandi og því bara fagna. Og von mín að þeir samningar verði samþykktir meðal félagsmanna aðildarfélag kennarasambandsins á næstu dögum. Samningarnir útheimta óhjákvæmlega hækkun á framlögum sveitarfélaga til fræðslumála sem nú þegar eru stærsti útgjaldaliður þeirra. Verði kökunni milli ríkis og sveitarfélaga ekki betur skipt, má gera ráð fyrir því að kostnaður við samningana muni hafa áhrif að getu margra sveitarfélaga til fjárfestinga og viðhalds og þjónustu. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Katrín. Forseti, þetta er ekki alveg nýtt á nálinni þetta mál. Þetta var hjá okkur í umsagnaferli í mars 2023 og þá gerðum við athugasemdir. Það var síðan ákveðið að halda sér höndum og fara ekki í þessar breytingar. En nú er þetta komið aftur inn og það er örlítið breytt og við höfum aðeins verið að reyna að rýna í þá hluti sem að skipta Norðurþing máli. Við höfum í samvinnu nokkur gert drög að umsögn og hún er undir málinu, kom ekki undir fyrir í morgun. Við vorum að vinna í þessu í gær og það er búið að framlengja umsagnarfrestin til 5. mars en það nær samt ekki inn á byggðarráðsfundinn 7. Þannig að við þurfum að sameinast umsögn hér og ég ætla þá að kalla eftir því bara við ykkur að þið bendið á ef að þið viljið að við tæpum á fleiri hlutum heldur en koma fram í þessum drögum. Það eru beint 2 spurningum sérstaklega til sveitarfélaga frá innviðaráðuneytinu. Það er hvort að viðkomandi sveitarfélag telji núgildandi regluverk vera fullnægjandi eða hvort að þörf sé á breytingum. Hitt er að það er kallað eftir afstöðu sveitarfélagsins til 3. málsgreinar 13. greinar frumvarpsdraganna sem kveður á að vannýting útsvars leiði til lækkunar framlaga úr jöfnunarsjóði. Og það sem að niðurstaðan í þessum drögum sem liggja fyrir, það er eins og Helena kom inn á áðan að Norðurþing er eitt þeirra sveitarfélag sem að lækkar verulega frá þeim framlögum sem það er að fá í dag. Og þetta eru tæpar 111 milljónir króna á ári. Það er talað að það er að dreifa þessu áfalli á sveitarfélagin á næstu 4 ár. Þannig að þetta verði ekki jafn svona mikill skellur. Við metum það samt þannig eftir kynningar sem við erum búin að fá. Ég er búin að setja 2 kynningar hjá Jöfnunarsjóðnum þetta og við fengum sérstaka kynningu í gær þar sem að við var bara farið yfir líkanið hvað varðar Norðurþing. Og þá viljum við bara fagna því að þetta frumvarp sé komið fram. Við teljum að sé jákvætt að sé verið að endurskoða regluverk Jöfnunarsjóðsins og stuðla þannig að meiri fyrirsjáanleika í rekstri sveitarfélaga. Við teljum að frumvarpið sé gegnsætt og betri jöfnun á mismunandi útgjaldaþörfum og skattekjum sveitarfélaga, enda aðstæður sveitarfélaga mjög ólíkar. Og okkar tillaga er svo að segja það að okkur finnist jákvætt að gert sér ráð fyrir skerðingu úr framlögum úr sjóðnum nýti sveitarfélög sér ekki útsvars hlutfallið að fullu, en það má þá áætla að viðkomandi sveitarfélög þurfi ekki á auknum tekjum úr jöfnunarsjóði að halda. Þannig að bara þið séu alveg meðvituð það hvað við erum að fara að senda frá okkur og geri þá við það endilega athugasemdir á þessum fundi ef að þið eru annarar skoðunar. Síðan
farið aðeins og Helena kom vel inn á höfuðstaða álagið, ég ætla ekki að fara neitt nánar ofan í það og eins framlagið vegna sérstaks byggðastuðnings. En við höfum verið að benda á að það er verið að reikna eitt stuðul út frá fjölda þéttbýlisstaða í sveitarfélagi. Þar er verið að miða við hámark 4 og það er hækkunarstuðullin vegna 1., 2., 3. og 4. þéttbýliskjarna, hann hefur misjafnt vægi í líkaninu og við viljum að verði skoðað að vega alla þessa þéttbýliskjarna jafnt, hvort að það hafi betri áhrif á þau sveitarfélög sem eru að skerðast. Einnig að skoða verði betur hvort að eigi að setja stuðul á vegalengdir á milli þéttbýliskjarna. Því það er svo ólíkt hvort að sveitarfélög er með þéttbýliskjarna sem eru bara mjög stutt frá stóra kjarnanum. Þannig að allir þéttbýliskjarnir geta í rauninni nýtt uppbygginguna sem sveitarfélögin með gagnvart lögbundinni þjónustu, eins og skóla, sundlaugar, íþróttahús og slíkt. En þegar að vegalengdin er orðin slík að það kallar á 2-falda og jafnvel 3-falda uppbyggingu þjónustu af sama tagi eins og við erum með í okkar sveitarfélagi og það sem að til dæmis er innan reglna ríkisins, þá er verið að tala um hámarkstíma sem að skólabörn eigi að sitja í rútu á dag. Að þá getur þessi þáttur, ef það er ekki horft á þetta og það sé einhver umbun fyrir þess, þá getur hann orðið mjög hamlandi þegar verið er að skoða hagræðingu við sameiningu sveitarfélaga. Og einnig þá tókum við á snjómokstrinum vegna þess að í útgjaldabreytunni snjómokstur þá er notaður samanlagður kílómetrafjöldi þeirra vega í þéttbýli þar sem sveitarfélagi er veghaldari. Það er ekki horft á dreifbýlisafleggjarna þar sem að sveitarfélagin eru með helmingaskipti í mokstri á móti ríki. Og við viljum að þetta sé endurskoðað. Þetta eru helstu punktarnir sem við erum að draga fram í þessari umsögn. Ég legg hana fram hér en samt sem áður erum við ekki að hafa hana til samþykktar. Við viljum leggja til að bara mér verði falið að senda inn umsögnina, að þið farið þá yfir þessi drög og sendið mér ef þið hafið fleiri athugasemdir og við komum okkur svo niður á endanlega umsögn sem verður send frá okkur innan frests. Katrín hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Með leyfi varaforsta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn, við ræðum hér jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Nýlega fjárfesti fyrirtæki í opinberri eigu í lóð í Reykjavík, lóðum, að andvirði rúmlega 1000 milljónir króna sem eitt sveitarfélag fær bara í vasan. Auðvitað þarf að framkvæma eitthvað á móti og við erum að ræða jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Þetta tæki sem að ríkið, sveitarfélögin, hafa komið sér saman um það hvernig við ætlum að jafna svolítið svona leikinn. Og sjóðurinn hefur það hlutverk að draga úr svona tekju ójöfnuði milli sveitarfélaga og áðan voru að ræða Raufarhöfn og ég er nefna hérna Reykjavík. Þannig að sveitarfélög geti boðið íbúum sínum sambærilega þjónustu, ekki sömu, heldur sambærilega þjónustu, óháð stærð og efnahag. Tekið skal fram að ég fagna því að það sé verið að einfalda þetta verkefni. Það er bara að gera þetta sýnilegra, það er mjög gott og skýra hlutverk sjóðsins. En málið er á þingmálaskrá og það er mjög mikilvægt að við sem kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnum séum á vaktinni. Því það eru mörg sveitarfélög sem vildu meira, líka þau sem nýta ekki tekjustofna sína sem þau hafa nú þegar, og meðan að önnur sveitarfélög einfaldlega lifa nánast eingöngu eða mestmegnis á tekjum jöfnunarsjóðsins. Þannig þá segir það okkur líka, kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum hringinn í kringum landið, það er bara óábyrgt að ræða ekki það hvernig og hvenær á að sameina sveitarfélög, ekki hvort. Við erum löngu búið með það hvort á að sameina sveitarfélög. Þannig að það er bara að vera mjög ábyrgt af okkur kjörnum fulltrúum, hver svo sem lendingi síðan verður, að ræða það, og þetta er eitt hvati til þess, það er jöfnunarsjóðurinn. Það er alltaf verið að segja okkur, skoðið það að sameinast, ekki bara til að sameinast. En allir hvatar stefna í þá átt og við þurfum bara að vera ábyrgi því, allir kjörnir fulltrúar, og er ég ekki bara að vísa á þennan hóp sem hér situr, heldur bara allir kjörnir fulltrúar að velta því fyrir sér hvernig og hvenar á að sameina sveitarfélög. En orðið er laust.
Ekki fleiri sem vilja kveða þessi hljóðs. Þá vil ég biðja þau sem eru sammála því að fela sveitarstjóra að senda inn umsögn, eins og hér kemur fram, svona til samræmis við þessi drög, og ef kjörni fulltrúar hafa athugasemdir við þessi drög eins að líta út að gera athugasemdir þau. Já, sveitarstjórn felur sveitarstjóra að senda inn umsögn sveitarfélagsins til samræmis eða í anda þess, senda inn sveitarstjórn felur sveitarstjóra að senda inn fyrirliggjandi umsögn sveitarfélagsins í samráðsgátt, bara svona. Og drögin liggja fyrir á fundinum. Erum við sátt við þetta svona? Við erum það að samþykja hér að fela sveitarstjóra að senda inn umsögn. Þau sem geta samþykkt það að gefa merki með þeir réttu pönd. Það er samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 4 sem er sameiginleg yfirlýsing Carbfix HF og Sveitarfélagsins Norðurþings, en á 487. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað að byggðarráð vísar sameiginlegri yfirlýsingu Sveitarfélagsins og Carbfix til afgreiðslu í sveitarstjórn og orðið laust. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, ég vil aðeins gera grein fyrir þessu verkefni og svona hvernig það hefur borið að okkur og hvernig sagan er búin að vera frá því að þeir nálguðust okkur fyrst. Það var þannig að fulltrúar fyrirtækisins Carbfix höfðu samband við okkur fyrir jól, en fyrirtækið er að huga að því að útvíkka starfsemina og telja þau starfsemi fyrirtækisins geta stutt við okkar markmið hvað varðar sveitarfélagið á breiðum grunni, fjölbreytni við atvinnumála og umhverfis- og loftslagsstefnu Norðurþings og uppbyggingu græns iðngars á Bakka. Á Íslandi eru nokkur svæði sem að henta vel til starfsemi Carbfix sökum staðsetningar og siglingaleiða og er Norðurþing eitt þeirra. Carbfix, það er tækniða sem að koltvísýringur er fangaður ýmist frá iðnaði eða beint úr andrúmslofti með lofthreinsun, breytt í sódavatn eða vatnsblöndun og dælt niður í berglög þar sem jarðlög og bergmyndanir á svæðinu henta til steindabindingar. Og þar steingerist þetta á 2 árum. Þau sem sagt ósku eftir rétt fyrir jól, þá ósku eftir fundið í þeir tilgangi að kynna Carbfix og hugmyndirnar verkefni í Norðurþingi, heyra framtíðaráætlanir uppbyggingu verkefna hér og hvort að tækifæri séu í samstarfi. Í janúar funduðu síðan forsvarsmenn Carbfix með starfsfólki kringum grænan iðngarð á Bakka og síðan með byggðaráði 13. febrúar, þar sem að byggðaráð vísaði sameiginlegri yfirlýsingu Sveitarfélagsins Norðurþings og Carbfix HF til afgreiðslu í sveitarstjórn. Og hún er hér til afgreiðslu í dag. Með fundargerðinni í byggðaráði 13. febrúar þá fylgdi góð greinargerð fyrir almenning til upplýsing og ég vil hvetja bara alla til þess að kynna sér vel starfsemi Carbfix eins og hún kemur fram í þeirri greinargerð. Og síðan þá byggðaráð sem sagt lagði áherslu á það að allir sveitarstjórnarfulltrúar næðu einhvern veginn að kynna sér þetta fyrir þennan fund og því var verkefni kynnt hjá skipulags- og framkvæmdaráði líka. En yfirlýsingin sem liggur fyrir núna og er hér til afgreiðslu, hún er svo hljóðandi: hér með gera Carbfix HF og Norðurþing sameiginlega eftirfarandi vilja yfirlýsingu. Aðilar lýsa yfir áhuga á að móttökustöð og verkefni Carbfix niðurdælingu og bindingu á CO2 verði byggt upp á Bakka við Húsavík. Verkefni fellur vel að nýrri umhverfis- og loftslagsstefnu sveitarfélagsins, hringrásarhagkerfinu og þeirri hugmyndafræði sem hefur verið mótuð af samfélaginu grænan iðngarð á Bakka. Sjálfbær nýting orku og annarra auðlinda verður leiðaljós í þróun og rekstri stöðvarinnar og verður leitað leiða til að hámarka samlegðaráhrif sem stuðla geta bættri nýtingu ólíkra auðlindastrauma í anda hringrásarhugsunar. Og við undirritun þessarar viljayfirlýsingar þá fer í gang ferli til að klára yfirgripsmeiri og ítarlegri viljayfirlýsingu verkefnið og framgang þess. Þetta er hér til afgreiðslu. Katrín lokið máli sínu, orðið er laust. Benóný Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Benóný.
Forseti, ágæta Sveinsstjórn. Já, ég er nú bara svona aðeins að gera grein fyrir því að ég er allavega enn sem komið mér áfram þetta verkefni og tel fulla ástæðu til þess að kanna þetta enn frekar sem að þessi viljayfirlýsing sjálfur sem felur í sér og ekki síður að skora á íbúa sveitarfélagsins að kynna sér máli til þaula með opnum huga. Við heyrim alveg og vitum að það verður alltaf einhver andstæða við öll svona verkefni, það eins og það en ég held að ef við skoða þetta alveg unni kjöli þá einu fleiri að vera jákvæðir heldur en hitt og endilega að bæði leita til sveitarfélagsins og fyrirtækisins ef menn hafa einhverja spurningar, það mun ekkert standa á þeim. En ég styð allavega við skrifum undir þessa viljayfirlýsingu. Benóni hefur lokið máli sínu, Helena hefur beðið og orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, já ég eins og Benóni Valur, ég vil koma hérna upp og gera grein fyrir atkvæðum mínum. En kynningin í byggðarráði var með þeim hætti, það er að segja kynning sem við fengum á þessu verkefni í tengslum við það að við afgreiddum viljayfirlýsinguna hingað til sveitarstjórnar. Hún var með þeim hætti að ég allavega sé ekki ástæða til annars en að skoða þetta verkefni áfram. Og eins og framkemur í viljayfirlýsingunni og eins og Katrín kom inn á líka á hana, þá fellur verkefni vel að nýrri umhverfis- og loftslagsstefnu sveitarfélagsins og þeirri hugmyndafræði sem hefur verið mótuð í tengslu við grænan eyðingar og bakka. Verkefni það hljómar á margan hátt mjög framandi þar sem við erum að tala kolsýru sem er flutt á milli landa og í rauninni við þar sem hún er fljótandi og er þá langt fyrir neðan frostmark, -77 gráður held ég að sé hitastigi þar sem að kolsýran er fljótandi og svo er hún uppleyst í vatni og dælt niður í berg og einhvern veginn hljómar þetta já eins og einhverju töfrar fyrir mann en í rauninni er þetta samskonar tækni og nýtt við jarðhitavinnslu þar sem við erum með borholur og það eru fóðraðara innan með rörum og þar erum við að taka hitan upp en þarna erum við að dæla efni niður. Þannig að þetta er svona kannski aðeins öfugt ferli með við það og kolsýran er svo koldíoxíð er að blandast síðan eða bindast málmum í jarðveginum hjá okkur og mynda þessar steindir. Ásýndin verður því bara með álíkum hætti eins og borholur með topphús og það er lendi kannski ekki mjög ágeng fyrir augað í umhverfinu okkar og að sama skapi afturkræft þegar er ekki verið að dæla áfram niður í jarðlögin með nokkuð einföldum hætti þannig að ef að starfsemin er lögð niður eftir einhverja áratugi eða að einhverjum tíma liðnum að þá ætti ekki að þurfa að standa mikið eftir. Á fundi byggðarráðs þá kom fram að starfstími svona kótastöðvar að þá eru störfin helst iðn- og tæknistörf og það er horft til þess að kynjahlutföll séu sem því sem næst í jöfn og það hugnast mér afar vel, sérstaklega í ljósi þess að það er kynjahalli í sveitarfélaginu og að þetta verkefni er ekki líklegt til þess að verða til þess að hann myndi aukast og enn fremur þá verða þarna til mjög áhugaverð störf til dæmis fyrir konur sem að starfa í vísindum og tækni. Og það er ekkert of mikið af slíkum störfum í sveitarfélaginu, þannig að mér finnst full ástæða til þess að samþykkja þessa viljayfirlýsingu hér og að fara í áformhaldandi samstarfi að kanna möguleikana á því að þetta verkefni verði að veruleika hér hjá okkur. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn að breyta kolefni eða CO2 í stein eru tekst sem er svona manni svolítið svona framandi. En hér er hins vegar fyrirtæki í fremstur á heimsvísu og unnið á loftslagsvandanum og mér finnst þetta falla vel að hugmyndum grænan iðngarð, að nýta strauma frá öðrum aðilum, losa aðra strauma sem einhver geti nýtt. Eigandinn er Orkuveita Reykjavíkur. Það hefur verið fjallað þessa tækni að dæla niður kolefni og binda það í bergi eins og hér hefur verið farið yfir með þessast náttúrulegum ferlum. En ég vil líka taka undir það að hvetja íbúa til þess að kynna sér málið á heimasíðu fyrirtækisins og kynningun og greinargerðin sem fylgdi
með þessu verkefni. Sömuleiðis náttúrulega munum við halda íbúafundi einhvern tíma svona með enn meira hækkandi sól, en það er áhugavert að sjá hversu margir svona virtir fjölmiðlar hafa verið að fjalla þetta verkefni síðastliðin ár. En Ísland er sannarlega heppilegur staður til þess að framkvæma þetta ferli, enda ungt berg og rými fyrir efni í berginu. En verkefnið er náttúrulega algjörlega á frumstigi, en maður verður að hafa svona ákveðin skilning fyrir því að fólki finnst þetta ákveðin nýlunda að flytja kolefni til Íslands til þess að dæla þið niður í bergi. Það er eðli málsins samkvæmt svolítið framandi. En ferlið er þekkt og ástæða til þess að kanna betur þetta verkefni hér á Bakka, og ég sjálfsögum mun samþykkja þessa yfirlýsingu. Og orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs. Þá göngum við til atkvæða þessa yfirlýsingu eins og lítur út. Þá vil ég biðja þau sem eru henni sammála að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 5 sem er endurskoðun samþykkta Norðurþings sem fyrir sveitarstjórn liggur til fyrri umræðu endurskoðun og samþykktu Norðurþings um stjórn og fundarsköp, og orðið laust. Og með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, við erum með til fyrri umræðu endurskoðun og samþykktum sem er búin að taka svona nokkurn snúning og öllum frambóðum gefist tækifæri til þess að koma með athugasemdir, og við höfum rætt þetta óformlega utan funda, rætt þetta eins og biðarráðsfundum. Stærsta málið er kannski tíma og dagsetning funda, fara frá þessum 3. fimmtudegi og setja þetta þá mögulega einhvern annan dag eða einhvern annan fimmtudag. Fimmtudagar hafa gefist vel, svona í ákveðinu svona fundarútínu hjá okkur. Það leiðir annarkvort að ákveða bara í upphafi kjörtímabils á hvaða dögum við viljum funda, eða viljum við ákveða í upphafi hvers árs. Viljum við yfirhauð binda þetta í samþykktirnar. Það hefur verið gert þannig að binda þetta, og einu sinni voru fundirnar alltaf kortir yfir 4 á fimmtudögum til þess að fólki sem væri búið í dagvinnu geti komið á fundina á þriðjudögum meira að segja. Takk hérlega fyrir það. Góð ábending, það var á þriðjudögum alltaf kortir yfir 4 til þess að fólk sem væri búið með sínu dagvinnu geti nú komið og hlusta á fundin. En það eru tekið þannig, nú er fólk bara hér að horfa í streymi eða getur bara farið í kvöld þegar hentar að horfa á fundin, þannig að við búum með allt aðrar aðstæður. Því það hefur verið óheppilegt, og ég ætla að taka það á mig sem forseti, að þurfa alltaf að gera breytingu á fundum út af ársreikningi og fjárhagsáætlanagerð. Það er bara gott að fólk viti nákvæmlega hvenær fundirnir eru. Þannig að við þurfum að ræða það aðeins að viljum við kannski bara festa til dæmis annan fimmtudag í mánuði. Þá lendum við ekki í þessu varðandi ársreikninga og fjárhagsáætlanagerð. Svo er þetta bara líka fyrir okkur sem kjörna fulltrúa veltaði fyrir okkur svona hver ber ábyrgð að boða varamann og svo framvegis. Hvar kjörni fulltrúar eru, en þá þurfum við að taka til laga, og þá kannski viljum við hafa áhrif á það hvernig lögin eru, að menn geta setið ef menn eru í fjarfundi á annað borð. Hvað skiptir það máli hvort þú ert í fjarfundi innan sveitafélags eða keyrir örfáar metra yfir sveitafélag þó þú sést ekki staddur innan sveitafélags. Þannig það er alls konar hluti sem við þurfum að skoða. Svo er aðeins varðandi rafræna geymslu gagna og svo breytingar á nefndum, bara með hvernig nefndir hafa breyst, og nægir að nefna til dæmis barnaverndarnefndina sem fellur ekki lengur undir okkur, við erum samning við annað sveitafélag. En þetta er bara til fyrri umræðu, og ég vil hvetja kjörna fulltrúa og framboð til þess að koma þá með ábendingar til sveitafélagsins það hvort með vilja breyta einhvern veginn þessum reglum eitthvað frekar, og skora okkur hér kjörna fulltrúa viljum við festa til dæmis þessa fundi annan fimmtudag í mánuði, því að var svona stærsta kannski breytingin í þessu. Og það er bara hollt fyrir okkur að taka samþykktirnar annars slagið upp. Þetta er okkar svona stjórnarskrá, getum við kannski sagt, og við eigum að fylgja þessu. Þannig að það getur verið kostur að festa þetta, en það getur líka verið galli. Þannig að þetta fer svona eftir í hvað okkur hendar. En skora á kjörna fulltrúa að skoða samþykktirnar aðeins, hvað er það sem við viljum breyta, og er þetta helst þessi tímasetning eða dagsetning funda. Og líka þessi svona ábyrgð sem er alltaf verið að höfða til okkar sem kjörnir fulltrúar, að kunna samþykktirnar og svona. Þannig að já, læt ég þessu lokið samþykktir í fyrri umræðu. Orðið laust.
Benóni Valur hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Benóni. Forseti, já, við hjá S-lista lýsum við bara stuðningi við það að við festum fundina ekki annarkvöld, altså annan 50 dag í mánuði. Ég hef staðið í Pontu í Sveitarstjórn áður og kvartað yfir fundarleysi sveitarstjórnar sem hefur meðal annars skapast að því að við höfum þurft að vera að flýta og færa og senka fundum alveg laust og línulítið. Og ég held að með þessu fáum við meiri festu og þessi nýju fundir verði haldnir á hverju ári að lágmarki. Svo getum við tekið staðis á klukkan hvað þeir eru, það er nú svona smáatriði og ég ætla að gera játningu hér. Ég kann ekki alla samþykktunir utana, ég bara viðurkenna það, en ég veit hvað ég á flett upp í það ef ég þarf að leita. Benóni hefur lokið máli sínu, orðið laust. Helena hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég vil taka undir með bönni. Ég held að það sé vel að færa þetta yfir í aðra viku hvers mánaðar að vera með sveitarstjórnarfundin í annarri viku í staðinn fyrir þriðju viku því að það er bara hagrað eftir fyrir okkur vegna þeirra tímafresta sem við höfum gagnvart fjárhagsáætlun og ársreikningu sveitarfélagsins sem er nú kannski ein helsta ástæða þess að við höfum þurft að vera að færa til fundi en við ættum með því að færa þetta í aðra viku og losna við það og þá reiknast mér til að við getum haldið alltaf 11 sveitarstjórnarfundi á ári en ekki bara 9 eins og Benni vill halda. En að því sögðu þá vil ég líka kannski aðeins bæta við varandi nefndirnar sem að Hjálmar kom inn á og það er þetta búið að taka ákvörðun það að leggja niður héraðsnefndina. Þar inni höfum við verið með samstarf við hins sveitarfélaginu náttúruverndarnefnd og við þurfum þó að kannski það ræti ekki inn í þessa samþykktarbreytingu að þá þurfum við að fara að hugsa fyrir því hvernig við sjáum það fyrir okkur þegar búið er að slíta héraðsnefndinni formlega. Og hvernig við sjáum það verkefni leyst að hálfu okkar sveitarfélags, hvort við sjáum fyrir okkur einhvers konar samstarf áfram við hins sveitarfélagin eða hvort að við tökum þetta alfæri til okkar, hvort við höfum þetta sérstaka nefnd, náttúruverndarnefnd Norðþings eða hvort þetta yrði verkefni inn í skipulags- og framkvæmdaráði. Þetta er svona, hugleiðingar sem ég vildi íta af stað hjá kjörnum fulltrúum hér varðandi samþykktirnar þó að ég sá ekkert endilega fyrir mér að akkurat þetta myndi rata inn í breytinguna núna en þetta er atriði sem við þurfum að fara að hugsa fyrir. Helena hefur lokið máli sínu, orðið laust. Með leyfi varaforseta. Öðru sinni. Já, forseti ágættu sveitarstjórn, bara svona til útskýringar þegar hér var notað orðið fundaleysi sem ég ætla nú ekki alveg þó að falli út einn fundur í sveitarstjórn þá allir hinni fundirnir eru líka opnir til þess að koma með mál og taka til máls og bóka og öllum nefndum að ráðum þá hefur það gerst að fundir hafa færst til bara svo að því það er ástæða fyrir því út af ársreikningi og fjárhagsáætlanagerð það er náttúrulega öllum ljóst svo er það þannig í flestum sveitarfélögum hafa tekið náttúruverndarnefndirnar sínar og hafa sett inn í annarkvæmt umhverfisnefnd eða skipulagsnefnd sem er svona okkar skipulags og framkvæmdaráð. En orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs. Þá vil ég beða þau sem geta samþýtt að vísa málunum til síðar umræðu, gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og við förum í mál nr. 6 sem er óskumstofnun lóðar fyrir íbúðarhúsið að Litlu-Reykjum. En á 209. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að skipulags- og framkvæmdaráð leggur til í sveitarstjórnar lóðarstofnunin verði samþykkt og að lóðin fái heitið Litlu-Reykir 2 og orðið laust. Katrín hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, bara rétt að fylgja þessum skipulagsmálum
úr hlaði. Þetta þarna eigandinn að Litlu Reykjum 1 sem að sækja stofnun þessara lóðar í kringum íbúðarhúsið að Litlu Reykjum 2. Og þetta stór lóð, þetta tæpir 10.000 fermetrar sem mótuð þarna í kringum íbúðarhús sem er til staðar og lögð til af eigenda jarðarinnar. Þannig að það er ekkert neitt því til fyrirstöðu og skipulags- og framkvæmda búið að leggja til við sveitarstjórn að þetta verði samþykkt. Katrín hefur lokið máli sínu og orðið laust. Svo ekki, þá vil biðja þau sem geta samþykkt stofnun þessar lóðar gefa merki með því að réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 7 sem óskum afmörkun lóðar Harðbakur 1 og 2. En á 210. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að ráðið leggur til sveitarstjórn að afmörkun lóðarinnar verði samþykkt og að nýtt heit til lóðarinnar verði Harðbakur Ellubær. Orðið laust. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti. Harðbakur 1 og 2 lóð, það er að tala um að hún breytist í Harðbakur Ellubær og það er lögð til lóð 905 fermetra í kringum sumarhús sem þarna er til staðar á jörðinni. Afmörkuð lóð kemur úr sameignarlandi í óskiptri sameign og aðkoma að lóðinni er frá Sléttuvegi í gegnum sameignarland. Og skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að þetta verði samþykkt. Katrín hefur lokið máli sínu og orðið laust. Enginn segir kveðið sér hljóðs það, þá vil ég biðja þau sem eru sammála niðurstöðu eða afgreiðslu skipulags- og framkvæmdaráðs að gefa merki með þeir réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 8 sem deiliskipulag fyrir íbúðasvæðis í 1 Kópaskeri og 210. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að ráðið leggur til sveitarstjórn að lagfært deiliskipulags til að verði samþykkt og skipulagsfulltrúa verði falið að auglýsa gildistöku skipulagsins að fengnu samþykki skipulagsstofnunar og orðið laust. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti. Þetta deiliskipulag hefur búið að vera ansi lengi í vinnslu hjá okkur. Þarna kom athugasemdir frá skipulagsstofnun í 3 liðum og sneru að afmörkun á íbúðarsvæði 1 og íbúðarsvæði 2, sneri einnig að þéttleika svæða sem skilgreindur í fjölda íbúa í ákvæðum aðalskipulags. Það sem þarf að gera grein fyrir heimiluðum fjölda íbúa í deiliskipulaginu og einnig voru þarna fyrirvarar vegna jarðsprungna sem þeir vildu að veri gerð grein fyrir og afla umsagna Veðurstofu tillöguna. Og skipulags- og framkvæmdaráð tók sem sagt tillit til þessa og leggja hér til við sveitarstjórn að lagfærð deiliskipulagstillaga eftir þessar ábendingar verði samþykkt. Katrín hefur lokið máli sínu og orðið laust. Enginn sem kveðið sér ljósum deiliskipulag á Kópaskeri, þá vil ég biðja þau sem eru sammála þessu að gefa merki með þeir réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 9 sem borgin starfsreglur en á 209. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að ráðið samþykkir starfsreglur borgarinnar, frístundar og skammtíma dvalar og vísar til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, já, í fjarveru nýs formanns fjölskylduráðs þá langar mér rétt að fylgja þessu máli eftir. Þarna erum við að setja í fyrsta skipti starfsreglur fyrir borgina frístund og skammtímadvöl og þær hafa sérst ekki verið til hjá okkur áður en þetta auðvitað fyrir þjónustu þegar okkar og starfsfólk mjög mikilvægt að hafa skýra reglur því að það er ýmislegt sem getur komið upp í svona starfsemi sem að er það gott að hafa skýran og góðan ramma utanum til að halla sér að ef á reynir. En eins og ég segi bara nýja reglur sem við erum að staðfesta hér í fyrsta skipti.
Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Engi sveit kveðið sér ljós með það, þá vil ég beða þau sem geta samþykkt reglurnar að gefa merki með þeir réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við fyrir þá mál nummer 10 sem eru reglur fjárhagsaðstoðin og 209. fundi fjölskylduráðs var bókað að ráðið samþykkir uppfærða reglur vegna fjárhagsaðstoðar og vísa þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og til glöggunar þá er hér bara viðmið, fjárhagsleg viðmið að ræða í þessum reglum. En orðið er laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, það er rétt aðeins meira heldur en viðmiðunar fjárhæðir sem hafa verið uppfærar. Ég ætla að gera aðeins grein fyrir þeim breytingum sem er að verða á þessum reglum. Við 9. grein þá bætist við málsgrein sem snýr að undanþáguheimild. Það er að það sé hægt að víkja frá reglunum ef neyðartilvik er að ræða og móti fellur þá niður 11. grein regluna sem að fjallar skyndiaðstoð. Grein sem áður var 12. grein og verður þá sem áður var fyrir 13. grein verður 12. grein og þá breytist 3. málsgrein þannig að í stað þess að það sé verið að miða við lágmarkslaun að þá er sett viðmiðunarmörk fjárhagsaðstoðar, þannig að málsgreinin verður eftir þá breytingu að miða skuli við heildartekjur áður en tekjuskattur hefur verið dreginn frá eða meðaltal tekna síðastliðna 2 mánaða fer yfir viðmiðunarmörk fjárhagsaðstoðar skerðist grunnfjárhæð sem því nemur. Og við 16. grein sérstakan fjárhagsstuðning bætist við nýr e-liður að veita megi fjárhagsaðstoð þegar meðaltal tekna síðastliðna 2 mánaða er við eða lægri en lágmarkstekjur. Og þá er orðalagi 21. greinaregluna breytt þannig að desemberstyrkur nemur 25% af grunnaðstoð á hvarfa umsækjanda og er að jafnaði einungis veittur þeim sem eiga við sérstaka félagslega erfiðleika að etja og hafa verið undir eða á viðmiðunarmörkum fjárhagsaðstoðar undanfarna 3 mánuði. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Engi sveit kveðið sér ljós með það, þá vil ég beða þau sem geta samþykkt þessar reglur að gefa merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við förum í mál nummer 11 sem reglur félagsþjónustu Norðurþings akstur fatlaðs fólk en á 210. fundi fjölskylduráðs var bókað að ráðið samþykkir uppfærða reglur félagsþjónustu Norðurþings akstursþjónustu fatlaðs fólks og vísa þeim til samþykktar í sveitarstjórn og orðið er laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, ég ætla aðeins að gera grein fyrir breytingu sem þarna er eiga sér stað. Í fyrsta lagi til uppbyrjunar þá voru þessar reglur settar hjá okkur í fyrsta skipti á síðasta ári. Við vorum áður með reglur akstursþjónustu sem áttu við hvort tveggja fatlaða og eldri borgara og við byrjuðum á þeirri vegferð í fyrra að sundurgreina þetta. Þannig að hér koma þá þessar reglur í fyrsta skipti til endurskoðunar og ef ég man rétt þá fengum við ábendingu frá Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu eða velferðarmála heitir hún væntanlega í dag. Þar sem að okkur var bent á að uppfæra reglur hjá okkur til dæmis með réttum tilvísunum í lög og það er í rauninni kannski fyrst og fremst það sem er að eiga sér stað hér að þar sem að áður var vitnað í gömlu reglunum okkar lög málefni fatlara sem að heita nú lög þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningstarfi. Þannig að við erum að bæta úr þessu að vera með réttar tilvísanir í lög þarna. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Engi sem veit kveðið sér ljós það, þá vil ég beða þau sem geta samþykkt þessar breytingar á reglum gefa merki með þeir réttu upp hönd. Ef að segja samþykkt samhljóða, já. Við förum þá í mál nummer 12 sem eru viðmiðunarreglur skólaakstur sem er endurskoðun 2025 en á 210. fundi fjölskylduráðs var bókað að ráðið samþykkir viðmiðunarreglur skólaakstur með áorðnum breytingum og vísa þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið er laust. Bylgja við beðum orðið og svo vel, Bylgja. Já, forseti, kæra sveitarstjórn.
Þar sem ég fórum nú í töluverðar breytingar á þessu reglum vildi ég koma hérna upp til þess að fylgja þeim aðeins eftir. Í tengslum við undirbúning og vinnu við útboð á skólaakstri í Norðurþingi var farið í töluverða vinnu við að skoða og meta hvað hægt sé að gera betur og auka öryggi. Einnig voru samtöl við núverandi bílstjóra tekin og upplýsingar fengnar af þeirri reynslu. Við skoðum þó nokkur sveitafjölu í kringum okkur, hvernig skólaakstri þar sé háttað og reglur þeirra skólaakstur. Mat okkar eftir þessa yfirferð var að nauðsynlegt væri að yfirfara viðmiðunarreglur Norðurþings til þess að skerpa á nokkrum atriðum og láta okkar viðmiðunarreglur tala betur saman við þær kröfur sem settar hafa verið fram í útboðum. Í 3. grein í akstursáætlun, þarna vorum við að setja inn skilyrði laga kynningu á akstursáætluninni til skólaráða og að skipulagi skólaaksturs verði að öllu jöfnu ekki breytt innan skólaárs. Einnig komum við inn á heimild bílstjóra til að taka með starfsmenn grunnskóla eða aðra svo lengi sem tilgangur ferðarinnar falli undir skólastarfsemi, plássi í bílnum og akstursleið lengist ekki. Í 4. greininni skipulag skólaaksturs kemur alveg ný inn. Hér erum við að skerpa á því hvernig skólaakstri skuli hagað og hvaða viðmið við setjum varðandi vegalengdir. Einnig komið inn á samskipti skólastjóra við bílstjóra sem og samskipti foreldra eða forráðamanna við skólabílstjóra. Í 5. greininni samningar skólaakstur. Hér höfum við sett inn hversu langir samningar skuli vera á þeim leiðum sem boðnar eru út og 1 árs framlengingarákvæði. Leiðir sem boðnar eru út eru 3 ár. Hér eru líka sett viðmið vegalengdir hvenær heimilt að semja við foreldra skólaakstur. Í 7. greininni öryggi og búnaður skólabifreiða. Hérna höfum við sett inn okkar viðmið, nokkur atriði sem við viljum leggja áherslu á. Sum þeirra koma fram í lögum og reglugerðum sem skal fylgja og vísa þær í. Það sem kannski má helst benda á hér að gerð krafa 3 punkta öryggisbelti fyrir alla farþega. Einnig höfum við sett inn kröfu betri lýsingu kringum skólabifreiðar, þannig að til staðar skuli vera ljóskastarar til beggja hliða sem bifreiðarstjóri getur stjórnað á sæti sínu. Við setjum einnig inn reglu tékklista sem skólastjórar og bílstjórar þurfa að minnstakosti að fylla út í upphafi hverra skóla annar. Við setjum líka inn að til staðar skuli vera viðbragðsáætlun vegna óferðar eða óveðurs svo það sé skýrt fyrir öllum hvernig fara skuli með það hverju sinni. Svo komum við líka inn á það að sömu reglur gilda í skólabíl eins og í skólanum, kaflinn öryggi farþega alveg nýr. Í 7. greininni bifreiðarstjóri skólabifreiðar. Hér svo sem ekki mikla breytingar, við settum samt inn skyldur verktaka að upplýsa skólastjóra ef að breytingar eru á bifreiðarstjórum. Málsgreinin að koma upp vandamál í skólabíl ný. 8. greinin óbreytt, en í 9. grein meðferð ágreiningsmála. Við setjum inn okkar rétt til þess að rifta samningi verði bifreiðarstjóri uppvísa brotum á samningi eða þessum reglum. Svo eru þarna 2 fylgiskjöl, þar sem að sérleiðirnar í fylgiskjali 1 sérleiðirnar hafa verið skilgreindar eins og þær munu fara í útboð og sett skýrar inn hvar sérleiðir hefjast, þannig að samræmi sé milli allra leiða. Og í fylgiskjali 2, hérna höfum við skilgreint betur hvernar og hvernig greiðsla til forráðamanna fer fram. Annars vegar þegar afleggjari eða heimreið að heimili lengri en 1,5 km og hins vegar þegar akstursleið frá heimili í skóla fellur ekki að skilgreindri sérleið. Einnig bætt við heimildum að semja við forráðamenn akstur fleiri barna en þeirra eigin á leið sem ekki fellur vel að skilgreindri sérleið. Viðmiðum greiðslu til foreldra gert skýrar og uppfært þannig að það fylgi viðmiðum sem akstursgjald ríkisstarfsmanna segir til Við höfum sem sagt skerpt á mörgum hlutum og okkar reglur tala nú betur saman við þær kröfur sem við setjum fram í útboð og leið eru skýrari fyrir allar aðila og leggja til að við samþykkjum þessa breytingar. Takk. Bylgja hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljós, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessar reglur skólaakstur að gefa merki með þeir réttu hönd. Það samþykkt samhljóð og við förum í mál númer 13 sem eru reglur
sértakan húsnæðisstuðning en á 210. fundi fjölskylduráðs var bókað að ráðið samþykki reglur sérstakan húsnæðisstuðning og vísa þeim til samþyktar í sveitarstjórn og orðið laust. Helena hefur beðið orðið, gjör svo vel Helena. Forseti, í reglum sérstakan húsnæðisstuðning fyrst og fremst verið að breyta viðmiðunar fjárhæðum og uppfæra þær. Það gerðar 2 breytingar á 12. grein, annars vegar á þann veg að foreldri ungmenna 15 til 17 ára sem fá sérstakan húsnæðisstuðning skuli hafa lögheimili í sveitarfélaginu en það ákvæði var ekki inn í reglunum áður og að umsóknir sérstakan húsnæðisstuðning skuli berast á þeirri önn sem sótt stuðningin fyrir. Að öðru leyti þetta eins og ég sagði áður bara uppfærsla á viðmuna fjárhæðum. Helena hefur lokið máli sínu, orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér ljós það, þá vil ég beða þau sem geta samþykkt þessar reglur að gefa merki með því rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða, við höfum þá lokið afgreiðsluliðum fundagerðir eftir en gerum fundahlé.
Fundið er framhaldið í sveitarstjórn Norðurþings eftir kærkomið súrefni og við förum í fundargerði til umræðu. Við byrjum á liðum 14, 15, 16, 17 sem eru fundargerði fjölskylduráðs nr. 207 til og með 210 og ég vil minna á það að kjörni fulltrúar nefni í hvaða fundargerð og það hvað liður er þeirri fundargerð fólk vil taka til máls. Og orðið laust fundargerðir fjölskylduráðs. Bylgja hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Bylgja. Já, forseti, kæru sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundargerð fjölskylduráðs 207, mál nr. 2. Morgun verður í Borgarhólsskóla. Mér langar bara aðeins þess að vekja athygli á þessu máli. Fjölskylduráð ákvað á þessum fundi að frá og með skólaárinu 2025 til 2026 verði morgunmatur í Borgarhólsskóla sem hluti af stundaskrá nemenda. Tölvan að stríða mér hérna, ekki? Já, hérna, þetta er nú fyrirgefið aðeins. Já, við eigum svo bara eftir að fá nánari útfærslu á morgunmatnum en hann mun verða fjölbreyttur. Að koma í fjölbreyttum morgunmat á skólatíma tel ég vera mikið framfara skref og er ég gríðarlega ánægð með þessa ákvörðun ráðsins. Á síðasta kjörtímabili var tekin pólitísk ákvörðun að bjóða upp á hafragraut í Borgarhólsskóla frá klukkan 7:45 til 7:45 sem gekk bara ágætlega í fyrstu en því miður þá dalaði aðsóknin og á endanum var honum hætt þar sem örfáir voru farnir að nýta sér það að koma í morgunmat. Hvað er tölvan mín alltaf að stríða hérna? Ok, hérna. Ég hef lengi haft ágjör af því, viltu rétta með músinu mína, hann er eitthvað skrítinn hérna. Afsakið þetta. Ég hef lengi haft ágjör af því að börnun okkar séu bara ekki nægilega vel nærð til þess að takast á við skóladaginn. Flest börn byrja mjög ung á leikskóla og alast upp fyrstu 5 ár ævi sinnar þannig að þau borða aldrei morgunmat áður en þau fara heiman á morgnana. Svo byrja þau sitt fyrsta ár í grunnskóla og eiga þá allt í einu að fara að rífa í sig til dæmis skál með morgunkorni, jafnvel á metraða og svo er hlaupið út í bíl svo að mamma eða pabbi kom ekki á seint í vinnuna. Þannig held ég að það sé á mörgum heimilum. Svo er það kannski eplabiti og bannabiti á ástastund og svo borða þau kannski ekki einu sinni almennilega í hádeginu því það var ekki matur þar að þeirra skapi. Börnin okkar búa við alls konar aðstæður, bæði fjárhagslegar og félagslegar aðstæður og efast ég ekki að þetta eigi eftir að vera öllum til hagsbóta og hef ég fulla trú á að börnunum okkar eigi eftir að líða mun betur og verði tilbúnari til að takast á við verkefni dagsins. Þess vegna fagna ég gríðarlega þessari ákvörðun og til gamans má segja frá því að nemendur voru spurðir af því hvernig þeim litist á þessa hugmynd og leist þeim gríðarlega vel á hugmyndina og voru þau spurð hvað þau myndu til dæmis vilja fá í morgunmat og komu fullt af frábærum hugmyndum, allt frá því að fá súrmjólk og smurtbrauð í því að fá egg og bacon. Hvort að vera hægt að verða við þeim óskum sem komum fram þar er svo annað mál, en það var gaman að sjá hvað þau voru spennt fyrir þessu. Takk. Bylgja hefur lokið máli sínu og orðið er laust þennan annan lið í fundargerð fjölskylduráðs nr. 207. Eða aðra liði í fundargerðu fjölskylduráðs, þá er orðið laust. Svo er ekki, það er enginn sem vil ræða fundargerði fjölskylduráðs. Þá förum við í fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs, mál nr. 18 til og með 21. Hvað sagði ég? Já, fundargerðir fjölskylduráðs. Já, hvað sagði ég? Nei, já, ég sagði ekki neitt. Já, það er teljast framlagðar þessar fundargerðir fjölskylduráðs. Þakka þér fyrir, varaforsti. Þá vindum við okkur í fundargerðir
skipulags- og framkvæmdaráðs, fundur 208 til og með 211 og það er eins að taka tilgreina í hvaða fundagerð og í hvaða lið fólk vil taka til máls og orðið laust. Enginn sem vil ræða fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs og teljast þær framlagðar. Við förum í fundargerðir byggðaráðs, málum með 22 til og með 25, fundur 485 til og með 488 og bið kjörna fulltrúum að tilgreina í hvaða fundargerð og í hvaða lið fólk vil taka til máls og orðið laust. Benóný Valur, við beðum orðið, gjör svo vel, Benóný. Forseti, það er 486 liður 4, Heidelberg, Vulcan Materials og svo framvegis. Ég langar að koma upp og ræða eins þetta sem að ég að svo konu máli og samkvæmt þeim upplýsingu sem ég hef á þessu stígi vera ákvæmlega áhugavert verkefni eins og Carbfix sem við ræddum áðan. Ég held að ég ætla eiginlega bara að koma upp og ítrekka áskorun mína til íbúa sveitarfélagsins að kynna sér málið til hlítar. Það eru alveg til fullt af upplýsingum verkefnið. Það er líka til fullt af alls konar fyrirsögnum ef menn fara að googla verkefnið. En við bara svona skoða málið með opnum huga, fara að stíga varlega til jarðar og það ætla ég að gera líka. Þess að tekja fram að það er upplýsingar sem ég hef í dag, þær eru lofa góðu. En það getur vel verið eitthvað eftir að koma fram sem að breyti þeirri skoðun minni. En aftur bara eindregið ítrekka íbúa til þess að skoða málið með jákvæðum huga því þetta getur orðið gríðarleg lyftistöng fyrir bæði græna svæðið okkar á Bakka sem að þetta fellur sannarlega að mörgu leyti og eins fyrir sveitarfélagið okkar sem að þarf bara virkilega á því að halda að við fáum hérna fleiri störf og fleira fólk. Það er hreinlega. Benóný lokið máli sínu með leyfi varaforseta. Forseti ágæta sveitarstjórn, við ræðum liðið 4 í málum 23 í fundagerð byggðaráðs Heidelberg. Við notum mikið af steypu og þörfin fyrir steypu er ekki að minnka. Og það er innihald steypuna sem skiptir svolítið máli. Hér eru að ræða auðlinda á svæðinu sem hægt er að nota til að skapa störf og tekjur og byggja upp samfélagi eins og hér hefur komið fram. Mér finnst Heidelberg verkefni falla vel að hugmyndum græna niðgarð á Bakka, nýta mögulegan glatvarma, flutningsleiðir og afleiðir frá þá mögulega öðrum eða þeim sem eru þar fyrir. Auðlindin móberg, sem bergtegund sem eru til við gosundu jökli eða vatni. Móberg er mjög algengt á Íslandi og við gosbeltið sem að sker landið okkar í sundur og það má víða finna svona hraunhettur svona við móbergsfjöll eins og upp við Grísatungufjöllin og eins við Ósajökulsárfjöllum. Móberg er svolítið svona steinn Íslands sem er algengt hér en það er bara óalgengt víða annars staðar, þessi tegund. En ferlið snýst að ná í móberg, þvoða og þurrka fyrir mölun þannig að það veri sett sem íblöndunarefni í sement eða steinsteypu. Og við það dregur semst úr eða lækkar kolefnisspor sementsframleiðslunnar. Það er þannig að það er svona cirka 8% af kolefnislosun af mannavöldum í veröldinni er sementsframleiðsla. En verkefnið eru þetta algjöru frumstigi og í athugun. Það er mjög umfangsmikið þetta verkefni og verði að því muni þetta taka tíma og muni að sjálfsögðu taka tíma til að undirbúa þetta. Líkt og Carbfix eins og hér hefur verið nefnt, þá ætla ég að taka undir með Benóný að hvetja fólk til þess að kynna sér greinargerð sem fylgir málinu, sem er nú bara býsna góð. Og sömuleiðis með þetta verkefni þá verður íbúafundur á næstu vikund til þess að kynna þetta verkefni enn frekar. En bæði verkefnin tengjast auðvitað nýtingu og framleiðslu á raforku á svæðinu og mögulega lögn á heitu vatni frá virkjunarsvæði Þeistareykja.
Því þetta snýst hvernig við ætlum að byggja upp samfélagið, skapa tekjur til að standa undir velferðin og við eigum að sjálfsögðu að skoða alla atvinnumöguleika og taka vel á móti fólki og fyrirtækjum sem hinga vilja koma og nýta auðlindirnar okkar í okkar sveitarfélagi. Hvernig við ætlum að skapa meiri tekjur til að standa undir velferðin. Það skiptir gríðarlega miklu máli. En orðið er laust. Orðið er laust þennan fjórða lið í fundargerð Byggðarásnum 486. Eða aðra liði í fundargerðum Byggðarás, þá er orðið laust. Með leyfi varaforseta. Forseti ágættu sessun, það er málnúmer fundargerð Byggðarásnum 488. Sem er liður 3, sem er úthlutun á byggðakvóta. En byggðakvóta er skipt í almenn úthlutun og sértæka úthlutun. Það eru 42 byggðarlög á Íslandi í 25 sveitarfélögum sem fá úthlutað úr almenna kerfinu á alls konar forsendum. En það hefur dregist saman ein 20-22% á síðast ári. Hámarksúthlutun á byggðakvóta er 285 tonn og það viljum við fá á Raufarhöfn. Við viljum bara fá hámarksúthlutun og það er hægt að færa rök fyrir því með forsendum og punktakerfi sem menn hafa til þess að rekna sig niður á þetta. Þó að regluverkið og punktakerfi í kringum þetta sé meira lagi áhugavert. Og maður spyr sig hvers vegna þéttbýlisstaðir þar sem jafnvel ekki einu sinni fiskvinnsla er með hámarksúthlutun og aðrir þéttbýlisstaðir sem eru með mjög háa úthlutun þar sem blómlegt atvinnulíf og uppbygging og fleiri en 2000 manns og svo framvegis. Og 2000 viðmið íbúafjölda. Fyrir áratug þá hófst þessi úthlutun á sértækum byggðakvóta. Þegar við höfum fjarlægst markmið almenna úthlutunina, því að kvóti í almennu úthlutunin hefur svolítið gengið kaupum og sölum, og það var því nær að gera allan byggðakvóta að sértækum, því það var upphaflega markmið með sértækum byggðakvóti í dag sömu og almenni byggðakvótin átt að vera fyrir mörgum ára síðan. Við höfum fjarlægsta markmið, kvótin situr eftir í almenna kerfinu, en nú farið að skera niður bæði í almenna kerfinu og sértæka kerfinu til þess að setja sig inn í strandveiðar, sem hefur ekki hagnast okkur hér á þessu svæði nógu vel. Þannig að mínu viti ætti að taka allan almennan byggðakvóta og setja í sértækan sem eru upphaflegu markmið þess sem var með að setja á byggðakvóta til þess að nýta í byggðunum á ákveðnum forsendum. Á Raufarhöfn eru aðeins 164 tonn í almenna kerfinu sem hefur verið að skerðast, svona hægt og rólega síðastliðin áratug, ef við skoðum það. Sömuleiðis hefur sértæki verið að skerðast á Raufarhöfn, þannig að það er allavega lágmarkskrafa, algjör lágmarkskrafa að almenna kerfið taki með því að bæta upp skerðinguna sem verður í sértæku úthlutuninni. Þannig að mér finnst það að vera krafa okkar og við þurfum að vinna áfram með því að það verði hámarksúthlutun á Raufarhöfn, á byggðarlegum forsendum eins og markmið sértæks og almenns byggðakvóta eru. En orðið laust þennan lið. Já, Benóni Valur hefur beðið gjörðu svo vel, Benóni. Hvað var ég að taka til máls? Forseti, ég er hjartanlega sammála síðast ræðumanni. Benóni hefur lokið máli sínu. Orðið laust þennan þriðja lið í fundargerð Byggðarásnum 488. Eða aðra liði í fundargerðum Byggðarás, þá er orðið laust. Helena hefur beðið gjörðu svo vel, Helena. Forseti, það er mál númer 3 í fundargerð 487 sem er staða sjúkraflugs vegna lokana á flugbrautum á Reykjavíkurflugvelli. Mér langaði eiginlega bara rétt til að árétta bókun Byggðarás þetta mál.
og með leyfi forseta, þar segir Byggðarráð Norðurþings harmar að komið hafi til lokana af flugbrautum 13-31 á Reykjavíkurflugvelli. Með því öryggi fólks á landsbyggðunum og þjónustu við það skert enn frekar. Ráðið tekur undir sjónarmið miðstöðvar sjúkraflugs á Íslandi að óheft aðgengi af flugvellinu með lífsnauðsynlegt fyrir sjúkraflug og óásættanlegt að öryggi og aðgengi landsbyggðana að innanlandsflugvellinum í Reykjavík sem stemt í voða vegna tregðu Reykjavíkurborgar við að fækka trjám til að tryggja aðflug. Byggðarráð skorar á Reykjavíkurborgar hraða aðgerðum við fellingu trjáa og Reykjavíkurborgar er höfuðborg allra íbúa landsins og þarf að bregðast við í samræmi við það. Byggðarráð skorar á Samgöngustofu að fullnýta allar lagaheimildir sína til að tryggja opnun á flugbrautunum. Þar með talið 150. grein loftferðalaga þar sem segir eftirfarandi. Telji Samgöngustofa verulega hættustafa af hindrun eða öðru því sem önnur og þriðja málsgrein taka til henni heimilt að bregðast við án tafar og atbeina lögreglu ef þörf krefur. Byggðarráð gerir þá kröfu á ráðherra samgöngu og sveitarstjórnarmála og ríkisstjórn Íslands að gengi verið tafarlaust í málið til að tryggja þennan þátt öryggis íbúa og gesta landsbyggðanna. Nú er svo farið að það er búið að fella einhver nokkur hundruð tré, þannig að það er búið að opna, var opnað held ég bara á miðnætti, þannig að flugbrautin er orðin opin fyrir sjúkraflug, en það er þó ekki búið að fara í það að fella öll þau tré sem þarf að fella til þess að öryggi sé þarna eins og best verður á kosið, þannig að það þarf áfram að fylgja þessu máli eftir og tryggja að það verði gert. Þetta er afskaplega mikilvægt fyrir okkur íbúa landsbyggðana og gesti landsbyggðana að þarna sé óheft aðgengi. Helena hefur lokið máli sínu og Katrín hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, ég ætla að taka til máls undir sama lið. Ég ætla bara að þakka Byggðarráði fyrir þessa bókun sem þau gerðu á fundi sínum varðandi sjúkraflug. Það eru mörg sveitarfélög búin að leggjast á þennan vagn og í síðustu viku þá skrifuðum við 8 sveitarstjórar á svæðum þar sem að flugvellir eru hjá okkur, þá skrifuðum við áskorun að það er tryggt sjúkraflugið strax og í framhaldi af því þá óskuðum við eftir fundi og fengum fund á mánudag með Ísavía, Samgöngustofu, Reykjavíkurborg og heilbrigðisráðuneytinu og samgöngu- og sveitarstjórnar eða innviðaráðuneytinu, samgöngu- og sveitarstjórnar ráðherra. Og það var mjög hreinskiptinn fundur þar sem var bara lögð gríðarleg áhersla á að keyra þetta mál þannig að þessi braut yrði opnuð hið snarasta fyrir sjúkraflug. Og þá var þegar byrjað að fella tré og í gær fengum við þessa tilkynningu að Ísavía hefði lagt til að opna verði fyrir sjúkraflug frá og með þá deginum í dag. Og það var sem sagt í áhættumati sem þau gerðu sem Samgöngustofa féllst á að það yrði opnað fyrir sjúkraflugið í dag. Og ég segi þetta góður áfangi í baráttunni en þetta samt sem áður ekki nóg. Það þarf að halda áfram að berja á því að það verði fellt þarna tré, tryggt öryggi á þessa flugbraut og þessum flugvelli verði haldið opnum. Katrín hefur lokið máli sínu, orðið er laust þennan þriðja lið. Aldey hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldey. Forseti, sveitarstjórn, ég vildi bara taka undir það sem hefur kom frá Katrínu varðandi flugvöllin. Þetta er ofboðslega mikilvægt mál og vinnandi í heilbrigðiskerfinu þá það er fátt meira svona sem hræðir mann þegar maður býr út á landir og vinni í heilbrigðiskerfinu heldur en að lendi í aðstæðum þar sem maður getur ekki fengið aðstoð. Og þetta skiptir bara ofboðslega miklu máli. Og við getum líka yfirfært þetta á flugvöllin á Húsavík að það þarf að halda honum opnum. Klukkutími sjúkrabíl inn á Akureyri pluss flug suður, það er bara ofur langur tími, sérstaklega þegar við höfum þessa aðstöðu hérna.
og þetta er bara, eins og ég segi, þetta er gríðarlega mikilvægt og þetta er sko, ég veit þetta er ógeðslega dramatískt og allt það, þetta er bara spurning um líf sko. Og við þurfum að bara standa með okkur í þessu og berjast fyrir þessu og tala fyrir þessu og ekki gefa eftir vegna þess að, þú veist, auðvitað glata að vera höggva niður tré og allt þetta, en það er bara í samhengi við þetta skiptir það ekki máli. Sorry. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu orðið, þá laustu þennan þriðja lið í fundargerð Byggðarráðs. Benóni Valur hefur beðið Orri, gjörðu svo vel, Benóni. Forseti, já, ég tók heils hugar undir þessa bókun í Byggðarráði á sínum tíma og satt að segja er ekki nokkuð efi í mínum huga að þessi harðorða yfirlýsing okkar varð þess að Reykjavíkurborg sáloksins að sér og fór í málið. En þar fyrir utan þá, ég veit ekki hvort ok, ég hef lengi verið þeirra skoðanar og sett hana bara hér fram í opinberum erindagjörðum að við eigum náttúrulega þyrluvæða sjúkraflug á Íslandi. Það er einfallega mun hagkvæmara fyrir okkur öll. Þá þurfum við ekki einu sinni að vera að rífast en blessa flugvöll út í óendanlega sem samt þó sannarlega búið að samþykja meira að minna bæði Reykjavíkurborg og ríki og hann verði þarna næstu 20, 30, 40 árin, það er ekki það. En ég held að svona eftir þessum upplýsingum sem ég þá sé verið að virkilega skoða það í nýrri ríkisstjórn að fara þessa leið. Það mun einfalda og það verður þá einfaldlega eðlilegra að önnur af þessum þyrlum sem við myndum nota væri staðsett á Húsavíkurflugvelli. Nota benni. Þannig að ég held að við ættum að taka það mál aðeins upp hjá okkur og berja svolítið fyrir því þegar það nálgast enn frekar að hún verði þá staðsett hjá okkur. Það sem að það væri einfaldlega styttir leið fyrir hann að fara austur á firði og svo suður héðan heldur frá Akureyri. Já, það var nú bara þetta. Takk fyrir. Benóni hefur lokið máli sínu, orðið er laust þennan lið. Já, Katrín hefur beðið Orri, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, mér langaði bara aðeins að bæta við og þakka umræðuna þennan lið og ég ætla að þakka sveitarstjórnarfulltrúa Aldey fyrir að taka þetta upp á fundi með þingmönnum sem að koma hér því að við þurfum að halda þessu á lofti og ég ætla að deila áhyggjum hennar varðandi flugvöllin okkar hér. Ég hef verulegar áhyggjur af því þegar að það hættir núna flugið, ef það kemur snarvitlaust veður, þá hef ég verulegar áhyggjur af því að brautunum verði ekki haldið hreinum og þetta er eitthvað sem er bara mjög slæmt. Við erum búin að horfa upp á það að samstarfsfélagi okkur hefur þurft á sjúkraflugi að halda núna frá áramótum. Svo heppin að flugið var í gangi og brautir hreinar og það heppin líka að vélin var staðsett á Akureyri. Þannig að viðbragðstíminn var með því allra stysta sem að hægt var að hafa. En hefði ekki þessi ríkisstyrkur komið til og flugið verið haldið og flugvöllunum verið haldið opnum, í hvernig aðstæðum hefði við þá verið? Og þetta er bara verulega vont og þetta er baráttumál sem við þurfum að halda á lofti. Katrín hefur lokið máli sínu, orðið er laust þennan lið eða aðra liði í fundargerðum Byggðarráðs, þá er það núna. Ekki fleiri sem vilja ræða fundargerðir Byggðarráðs, þá teljast þær framlagðar og við förum í fundargerð stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings sem er mál númer 26 og það er bara ein fundargerð og orðið laust hana. Eiður hefur beðið Orri, gjörðu svo vel, Eiður. Já, forseti, gjörnir fulltrúar. Það er stjórn Hafnarsjóðs fundur nr. 30 og liður 3, það er dráttabátur. Eins og fram kemur í fundargerðinni þá klárast þarna útboð sem í gangi núna. Það er komið í auglýsingu og er í virkni og það klárast þann 7. mars næstkomandi. Þannig að það hillir kannski undir einhver lok í þessu máli. Þetta hefur verið mjög erfitt. Þetta er þriðja sinn sem þetta fer í útboð
og við vonumst til þess að þarna geta klára núna þegar líðunar voru kaup á notuðum dráttabát fyrir Hafnarsjóð Norðurþings og hann gæti komið í rekstur hér í sumar ef allt gengur upp. Þannig að þetta er eitthvað sem er jákvætt og takk fyrir það. Eiður lokið máli sín orðið laust þennan lið eða aðra liði í fundargerðum stjórnar Hafnarsjóðs. Já, Eiður hefur beðið mörg, gjör svo vel, Eiður. Já, forseti. Ég þreytist ekki á að tala höfnina. Það er liðið 5, ég er aðeins að tala hann líka. Það er uppbygging hafnaraðstöðu sem var til umræðu síðasta fundi stjórnar. En eins og fram hefur komið að þessum fundi hér núna þá eru 2 stór verkefni sem hafa komið að máli við Norðurþing og núna er búið að samþykkja viljayfirlýsingu við Carbfix og svo náttúrulega þetta stóra verkefni við Heidelberg sem er búið að opna á viðræður við og við erum að skoða málin jákvætt en það er ljósta og samkvæmt þeim gögnum sem við höfum og að allir gerir sér grein fyrir að þessi verkefni kalla bæði á umtalsverðar endurbætur í hafnaraðstöðu. Þannig að þetta eru stór verkefni sem við horfum til framtíðar og eins og ég segi, þetta eru umtalsverðar hafnarbætur sem það er að fara í ef af þessu verður. Ég vildi svona bara aðeins minnast á það. Takk fyrir. Eiður lokið máli sínu orðið laust þennan lið eða aðra liði í fundargerðum stjórnar Hafnarsjóðs. Svo er ekki, þá telst þessi fundargerð framlögð og við förum að lokum í fundargerði stjórnar Orkuveitu Húsavíkur. Þar eru 2 fundargerðir með 262 og 263 og orðið laust þessa fundargerðir. Eiður hefur beðið Mára, gjörðu svo vel, Eiður. Já, forseti, kjörni fulltrúar, það er Orkuveitan. Orkumálin er okkur líka alltaf hugleikinn, en ég tók eftir máli í Orkuveitunni fundur 262 og liður 4. Það er sjálfsagt að vekja athygli á þessu máli. Þetta er samanburður á orkukostnaði heimila árið 2024 út af því að fyrir haust þá hækkaði Orkuveitan lítillega gjaldskrá í Norðurþingi og það olli miklu fjaðrafóki, þannig að það er ágætt að menn fóru að skoða þetta og bera saman orkukostnað fyrir heimilin og eins og segir fyrir stjórn liggur til upplýsinga skýrsla Byggðastofnunar samanburð á orkukostnaði heimila á Íslandi árið 2024. Það er flott mælaborð á heimasíðu Byggðastofnunar orkukostnað og samkvæmt skýrslunni þá er þannig samanburð á orkukostnaði heimila 2024 þá er Orkuveita Húsavíkur önnur ódýrasta hitaveitan á Norðurlandi eystra og hefur húshitunarkostur á Húsavík lækkað í takti við verðlag 15% síðan 2014. Þannig að ef menn bera tölurnar saman og er ekki bara eitthvað bulla út í lofti þá sést að við erum á góðum stað og Orkuveitan er nú vel rekin félag og þetta þarf að halda utan megninar og ég er bara mjög ánægð með þetta. Takk fyrir. Eiður lokið máli sínu orðið laust þennan 4. lið í fundargerðum 262 eða aðri liðir í fundargerðum stjórnar Orkuveitunnar. Svo er ekki, þá telst hún framlögð og dagskrá fundarins tæmd. Og við förum í að lesa fundargerð og ég bið varaforseta að setja upp hauk frá augu og rennum við fundargerðina. Já, þetta þarf að stækka, já. Þetta þau sem eru mætt, já. Og við förum í mál númer 1 sem var fyrirtækjaþing. Það er sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi tillögu, tóku til máls Helena og Hjálmar. Mál númer 2 eru brothættar byggðir. Þar tóku til máls Katrín og Hjálmar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi samning. Mál númer 3 er frumvarp til laga jöfnunarsjóð. Þar tóku til máls Helena, Katrín og Hjálmar. Og sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela sveitarstjóra að senda inn fyrirliggjandi umsögn sveitarfélagsins í samráðsgátt.
Mál númer 4 er sameiginleg yfirlýsing Carbfix HF og Sveitafélagsins Norðurþings. Þar tóku til máls Katrín, Benóný, Helena og Hjálmar og sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi yfirlýsingu. Mál númer 5 er endurskoðun samþykkt á Norðurþings. Það tóku til máls Hjálmar, Benóný og Helena og sveitarstjórn samþykkir samhljóða vísa endurskoðun og samþyktum til síðari umræðu í sveitarstjórn. Mál númer 6 er óskunstofnun lóðar fyrir íbúðhús á Litlu-Reykjum. Þar tók Katrín til máls og sveitarstjórn samþykki máli samhljóða. Mál númer 7 er óskun afmörkun lóðar Harðbakur 1 og 2. Þar tók Katrín til máls og sveitarstjórn samþykkir tillöguna samhljóða. Deiliskipulag fyrir íbúðarhúsnæði íbúðarsvæði á I1 á Kópaskeri. Mál númer 8. Þar tók Katrín til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillöguna. Mál númer 9 er borgin starfsreglur. Þar tók Helena til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi reglur. Mál númer 10 eru reglur fjárhagsaðstoð. Þar tók Helena til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi reglur. Mál númer 11 eru reglur félagsþjónustu Norðurþings akstursþjónustu fatlaðs fólks. Þar tók Helena til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi reglur. Mál númer 12, það eru viðmiðunarreglur skólaakstur, endurskoðun 2025. Þar tók Bylgja til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi reglur. Og mál númer 13 eru reglur sérstakan húsnæðisstuðning. Þar tók Helena til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi reglur. Í fundagerðum fjölskylduráðs tók til máls í fundagerðum 207 Bylgja, aðrar fundagerðir fjölskylduráðs ræddar án umræðu. Fundagerðir skipulags- og framkvæmdaráðs, mál númer 18 til og með 21 eru lagðar fram án umræðu. Mál númer 22 til 25 sem eru fundagerðir byggðaráðs. Þar tók til máls í 4. lið fundagerð byggðaráðs númer 486 Benóný og Hjálmar. Svo er það byggðaráð númer 487 undir 3. lið. Þar tók Helena, Katrín, Aldey og Benóný til máls. Og svo er það í byggðaráði númer 488 liður 3. Þar tók Hjálmar til máls og Benóný. Og aðri liðir afgreiddir án umræðu. Í fundagerð stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings þar tók Eiður til máls í lið 3 og lið 5. Og svo er það fundagerð stjórnar Orkuveitunar, mál númer 27 og 28. Í fundagerð númer 262 þar tók Eiður til máls og aðri liðir ræddir án umræðu. Athugasemdir í fundagerðina. Svo er ekki, þá er fundinum slitið.